kannski Heiðar Guðjónsson bara mjög heimskur. Já, kannski ég það. Það getur bara vel verið. Ég útiloka ekki neitt. Við útilokum ekki neitt. Nei. En eins og ég sagði við Jóhann Pál, ég sagði bara sama hversu heimskur Heiðar Guðjónsson að þá ef að hann tilbúinn til þess að spreða í þetta, án þess að aðkoma ríkisins sé nokkur að undanskildi því að senda reikning á þig, þá í kjölfarið, að þá að sjálfsögðu átt þú bara að fá að vera heimskur í friði. Sko. Já, og það var meira sér þannig eins og með Eikon á sínu tíma, sem var íslenska fyrirtæki sem var með Petoro og Sinok, kínverska ríkisólíufélaginu, að við vorum búin að safna vegna þess að það stóð til að bora sumarið 2018 og svona borun kostar að minnstakosti 12 til 20 milljarða króna og við vorum með 15% hlut og við vorum búin að safna með því að bæði við sem stofnuðu fyrirtækið en líka aðrir komin með fjármagn. Síðan þegar það gerist, þannig að við getum borgað okkar 3-4 milljarðar hlut sem yrði í þessu öllu saman. En síðan þegar kom að því að það var hætt við og þessi borun átti sér ekki stað, þá greiddu við þessum hlutum að fullu tilbaka. Þannig að það tapaðist ekki 1 króna á okkar verkefni. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein pæling á pardus.is/ein pæling.